Já, gott kvöldið og verið velkomin í þáttinn Leigjandinn, lífið á leigumarkaði. Ég heiti Guðmundur Hrafn og í þessu þáttum erum við að fjalla lífið á leigumarkaðnum, aðstæður og kjör leigjenda, allt sem viðkemur leigumarkaðnum, bæði húsnæði, húsnæðisskortur, leiguverð, leigjendavernd og bara allt sem viðkemur því að vera leigjandi á íslensku leigumarkaði, hvernig leigumarkaðurinn hefur verið að þróast hérna undanfarin svona 10-15 ár. Enda hefur hann tekið stökkbreytingum eins og við öll sem erum á leigumarkaðnum finnum fyrir á hverjum degi og það er náttúrulega helst hver mánaðamót. Nú frá því að við tölum í síðasta þætti við Enric Aragonès sem er talsmaður leigjendasamtakanna í Barcelona og sögðum frá því hvernig leigjendasamtakanna var ágengt með að krefjast þess af stjórnvöldum í Katalóníu að setja mjög harða og öfluga löggjöf leigjendamál í Katalóníu og setja þar líka fram hugmyndir viðmiðunarverð fyrir húsaleigu og takmörkun og hækkun húsaleigu og þetta hefur skilað þeim árangri að leiguverð í Katalóníu er að lækka mikið og umhverfi leigjenda þar er náttúrulega orðið bara miklu betra. Og það eru sögur sem að ég hef heyrt af leigjendum, bæði íslenskum og katalónum sem að búa í Barcelona og þar í kring að umhverfi leigjenda hefur tekið miklum og góðum og jákvæðum breytingum eftir þessa löggjöf sem var samþykkt í september 2020. Og við í fyrir þáttum talað við fulltrúa leigjendasamtaka í Berlín sem að sögðu okkur líka frá baráttu leigjendasamtaka þar fyrir því að hvort það ætti að gefa Berlínarborg eða stjórnvöldu þar heimild til þess að þjóðnýta eða samfélagsvæða íbúðir í eigu stórra fasteignafélaga sem var líka samþykkt og núna er það verkefni þýskra stjórnvalda að finna út hæfilegt endurgjald fyrir þá þjóðnýtingu þar sé að stór fasteignafélög sem eiga íbúðir umfram 3000 einingar verða sem sagt félagsvædd og þeim íbúðum öllum komið fyrir á félagslegum reknumarkaði og þar með komið í veg fyrir að stórir leikendur á fasteignamarkaðnum geti haft þar verðmyndandi áhrif. Þetta var álitið hagsmunamál almennings, þar að segja eins og venjulega forsendur fyrir öllu eignanámi, þá þurfa að vera ríkir hagsmunir almennings fyrir hendi og af þýskum stjórnvöldum og dómstólum var það metið svo að það veru ríkir hagsmunir almennings að leigufélög hefði ekki verðmyndandi áhrif á húsaleigumarkaðinn. Nú þetta eru bara 2 dæmi af fjölmörgum dæmum þar sem að leigjendasamtök hafa knúð á breytingar á sínu umhverfi og orðið ágengt og það er bara í nýrri tíð. Nú við finnum fyrir því að umræða leigjendamál er að taka miklum breytingum hérna á Íslandi og leigjendasamtökin hafa haft sér svolítið í frammi við að vekja athygli á kjörum og stöðu leigjenda, bæði með greinaskrifum og taka þátt í umræðinu og það fer mikið til fram á samfélagsmiðlum. Ég vil benda öllum leigjendum á að kíkja á fésbókarhóp sem heitir Umræðuhópur leigjenda sem er búin að vera starfandi í næstum 10 ár með á 15.000 meðlimi og mikil og öflug umræða þar í gangi hagsmuni leigjenda og þeim hefur fjölgað 600 á örfáum vikum, þannig að segir okkur það að meðvitund og svona afl og hugur í leigjendum að taka málin í sína hendur. Nú, ég tók þátt sjálfur í umræðum leigjendamál á netinu og garfaði til að mynda í þeirri spurningu hvort að fasteignasalar hefðu heimild til þess að krefjast þess að fara inn á heimili leigjenda, mynda þar einkalíf og heimilisfólks og birta það opinberlega ef það væri í óþökk þeirra. Og ég spurðist fyrir þetta hjá lögfræðingum og ég spurðist líka fyrir hvaða heimildir fasteignasala hefðu til þess að setja fram þessar kröfur og svörin voru frá fasteignasalum að það komu engin svör hvað heimildi væri fyrir hendi, heldur eingöngu að reyndir að leysa málin í hvert skipti fyrir sig og reynda að semja það að ljósmyndari fengi aðgang að heimili leigjandans, tæki þær mynd af einkalífi og heimili viðkomandi og birti opinberlega fyrir alþjóð. Nú það eru engar heimildir fyrir hendi, það eru heimildir í húsaleigulögunum
í 41. og 2. grein aðgang leigusala að húsnæðinu með fyrirvara í 2 tíma í senn. Það þarf þá að gerast í samvinnu við leigjandann. Það er hvergi minnst á það að sé hægt að taka ljósmyndir af einkalífi fólks og birta það á netinu til þess að auðvelda að heimili sé selt undan þeim. Þannig það er alveg á hreinu. Ég talaði við úrskurðarnefnd húsnæðismála, við tókum saman streng og benti á það reyndir að leysa vandamáli vegna þess að nútíma sölu aðferðir fasteignasala gerði hreinlega ráð fyrir því að hægt að taka ljósmyndir af heimilum og setja á netið. Og það eru verkferlar fasteignasala sem að þeir hafa fundið upp á síðustu 20 árum. Það er ekkert það í lögunum, þannig ég hvet ykkur leigjendur ef þið kæri ykkur ekki það að leigusalar taki ljósmyndir af ykkar einkalífi og ykkar heimili, setji á Morgunblaðsvefinn og Vísisvefinn til þess að auðvelda sölu á heimili ykkar, þá hvet ég ykkur bara til þess að hafna því. Það virðast engar heimildir verið fyrir hendi og lögfræðingar geta ekki bent á neitt slíkt og ekki fasteignasala heldur. Nú það er mjög mikilvægt að leigjendur láti ekki bjóða sig hvað sem er. Nú valdavíðafni er bara þannig að við erum öll svolítið svona óttaslegin okkar stöðu. Nú þegar það kemur uppsögn leigusamnings, þá náttúrulega bara virkjum við rétt okkar og erum ekkert að auðvelda leigusölum ef okkur kærir ekki Það getur vel verið að okkur finnst það bara allt í lagi að þessi tíki myndir allt heimilið að barnaherbergjunum og sett á netið. Sumum finnst það bara alls ekki í lagi og finnst það bara mjög mikil svona aðför á sínu einkalífi og sínu persónulega frelsi að birta það allt saman og opinberlega. Nú við höfum líka verið að skoða bara leigjenda löggjöfina, umgjörðin kringum hvernig hún hefur verið að taka breytingum. Það liggja fyrir samráðsgátt Alþingis ennþá frá því í haust ákveðnar breytingar húsaleigulögunum og við ætlum að skoða það eins núna. Í morgun birtist grein eftir Önnu Steinu Finnsdóttur sem frambjóðandi A-listans til stjórnar Eflingar, þar sem hún skrifar leiguþak lífsnauðsynleg kjarabót fyrir verkafólk. Nú það er gott að heyra og ég þykist nú vita til þess að verkalýðsforkólfar hafa augastað á leigumarkaðnum við næstu kjarasamninga sem gott og nauðsynlegt vegna þess að það er til lítils að óska eftir kjarabótum fyrir sitt félagsfólk ef að obbinn af þeim kjarabótum fyrir öll í síhækkandi húsaleigu. Nú Anna Steina skrifar að hversu mikilvægt það er að koma á svona leiguþaki og leigubremsu og þar erum við hjartanlega sammála henni og höfum talað fyrir því. Nú þar nefnir hún líka núverandi tillögu eða frumvarp til breytingar á húsaleigulögunum sem fóru inn til samráðsgáttar Alþingi núna rétt fyrir kosningar í haust og hún gagnrýnir þau áform sem þar eru uppi eins og við höfum gert nokkur sinnum í þessum þáttum þar sem í rauninni er tillaga að lögfesta 10% árlega hækkun á húsaleigu sem við höfum einmitt gagnrýnt vegna þess að hún hefur verið þetta 10-12% á ári undanfarin 10 ár sem náttúrulega algjörlega brjálæðislegt og ætti rauninni bara að vera álitið sem eins konar glæpur gegn leigjendum vegna þess að þeir hafa ekkert það að segja hvernig leigan hækkar. Það er engin umgjörð um það eða engan bremsur. Það er bara markaðurinn sem ræður. Það er skorturinn sem er á markaðurinn sem markaðurinn skapar þennan skort til þess að réttlæta þessar miklu hækkanir. Nú þetta hefur verið fjallað í mörg ár hækkanir á húsaleigu og hversu húsaleigumarkaðurinn er verið íþyngjandi. Ég hef verið að leita heimilda hvernig umræðan hefur verið undanfarin ár á leigumarkaðnum, hvaða stöðu fólk hefur tekið sér og hvaða orðræði hefur verið uppi og ég rakst nýlega á viðtal við Guðrúnu Ágústsdóttur sem skrifaði alveg ofboðslega öflugan pistil á samfélagsmiðla hjá sér haustið 2018 sem hún reifaði stöður sína sem leigjandi á íslenskum markaði og fór í kjölfarið í viðtal á Stundinni, viðtal sem ég man mjög vel eftir og fór víða og hafði mikil áhrif á vitund og samstöðu fólks þá. Hún tók sig líka til og hafði sig frammi í hagsmunabaráttu fyrir leigjendur en hún er komin til okkar og ætlar að vera með okkur inn í kvöld og við ætlum að ræða saman reynslu okkar beggja af leigumarkaðnum. Vertu kærlega velkomin, Guðrún, og gott að fá þig. Takk
takk kærlega fyrir og takk fyrir bara að bjóða mér í viðtal. Bara alltaf gaman að fá að taka þátt og veitir ekki af. Mér finnst bara mjög mikilvægt að sko við fáum ákveðið svona samhengi í þessu varðandi bara hvernig hagsmunabarátta leigjenda hefur farið fram. Nú eru leigjendasamtökin svona endurreist frá því í nóvember og við erum að taka pláss á markaðnum og það svona náttúrulega mikið af leigjendum og úti sérstaklega þeir sem kannski tala ekki íslensku að lesa hana eru kannski að verða var við okkur svolítið í fyrsta skipti, við mikið verið að sækja svona, en það er líka mikilvægt að halda því til haga að hagsmunabarátta leigjenda, hún hefur staðið yfir eiginlega svona frá 2013 og með miklu afli 2018 og þá komst þú og stegst fram. Hvernig var að vera leigjandi á Íslandi og segðu okkur eins líka, þú ert búin að vera leigjandi bara frá því 2008 eða 2006, hvernig er það? Já. Ég er búin að vera semst á almennum leigumarkaði síðan 2007 og og svona er búin að vera að svona berjast í þessu með fleira fólki og og var einmitt meðlimur í samtökum leigjanda við svona í upphafi þarna og Þú ert að tala 2013 þegar samtökin eru stofnuð. Já. Og þannig að í raun og veru er ég svona búin að vera í þessari kreðsu, í 15 ár. Hvernig er svona stemningin hjá okkur? Hvernig er svona náið því saman og hvað verður til þess að þessu hópur hittist og ráðið fram og ráðum ykkar og enda með því að stofnið leigjendasamtökin? Það var náttúrulega bara, við vorum náttúrulega hópur fólks, bara alls þar af úr samfélaginu sem að vorum á leigumarkaðnum einhverra hluta vegna og í raun og veru bara byrjar þetta þannig að okkur finnst í raun og veru bara á okkur brotið á svo margan hátt og við höfum lítil sem engin réttindi og einhvern veginn förum við bara svona að velta fyrir sér bara hvernig, ég meina, höfum við ekki eitthvað þetta að segja, eigum við ekki rétt á einhverju, þú veist, má bara segja manni upp leigu og henda manni hingað og þangað og skilur hvar Funduð þið ekkert fyrir því á þessum tíma að það náttúrulega eftir hrunið þá endar einhverjum 4.000 íbúðaeiningar inni hjá Íbúðalánasjóði bönkunum. Funduð þið fyrir því, þetta er fyrir þann tíma sem ég verið leigjandi, en funduð þið fyrir því að veri nægt framboð af húsnæði á þessum tíma? Sko, allavega hef ég sem betur fer einhvern veginn með einhverjum ráðum alltaf náða að verða mér út leiguhúsnæði en það verður sífellt erfiðara einhvern veginn og þá er ég ekki endilega viss að það sé að því að framboði sé minna heldur það er í raun og veru alltaf verið að sauma meira og meira að leigjendum, þú veist. Þú þarft að sýna fram á hreina sakaskrá, þú þarft að sýna fram á kreditinfovottorð, þú þarft að sýna fram á fasta innkomu, þú þarft að sýna fram á, þú þarft endalaust að sýna fram á eitthvað. Já, það nánast þess að sért að bjóða þig fram til Alþingis, sko. Já, og sko ekki það að ég hef sem betur fer getað sýnt fram á allt þetta, so far, en hvað með þá sem að hafa ekki getað, skilurðu? Þetta fólk endar oft bara í einhverjum eins og við höfum nú bara orðið vitni að fólk hefur endað í bara einhverju vinnuhúsnaði hingað og þangað og í beituskúrum liggur við, sko. Já, ég er sjálfur leigjandi sem er einstæður faðir og ég skulda meðlög og er komin á svona lista kreditinfo vegna þeirra skuldar og ég hef átt í vandræðum með að til dæmis þegar ég og kærasta mín við leigðum hjá Heimavöllum að þá þurfti hún að vera skrifuð fyrir leigunni vegna þess að þeir tóku mig ekki gildan sem umsækjanda þrátt fyrir það að ég hef verið búin að leigja almennum markaði fyrir 300.000 krónur á mánuði í 2 ár og það var ekkert upp á það neitt að klaga en að því að ég skuldaði meðlög að þá var ég ekki hæfur umsækjandi fast íbúð hjá Heimavöllum. Þarna er náttúrulega líka verið að auka á áþján
leigjenda sem að oft á tíðum með fólk sem að tekjulítið hugsanlega í eitthvað svona skulda ánauð og þannig verður það rauninni að gera þeim bara ennþá erfiðara fyrir að koma sér þak upp höfuðið. Algjörlega og hérna sem sagt, akkurat þetta sem ég að benda á að auðvitað sko margir eru með kreditinfo sögu vegna einhvers eins og þetta, fólk skulda barnameðlög eða námslán eða eitthvað slíkt og ég hef til dæmis verið að benda á það að jafnvel þó að sko þú hafir eitthvað slíkt, eitthvað svoleiðis að farið úrskeiðis hjá þér, þá eru langflestir þannig að þeir láta leiguna alltaf ganga fyrir. Já, það er svona fyrsta. Já, og mér finnst svona það vægi ætti að sko, ef að fólk getur sýnt fram á, bara frá fyrri leigusala, segjum það, ég til dæmis sem betur fer, hef alltaf fengið, sem sagt, hvað heitir þetta, fyrri leigusala. Meðmæli. Já, akkur meðmæli, takk. Og akkur dugar það ekki? Ef þú ert með meðmæli frá fyrri leigusala og hann segir bara, þessi hefur alltaf greitt og aldrei neitt skemmt og allt bara í standi, akkur það bara eitt og sér ekki nóg, skilur? Ég held að þetta snúist líka svolítið um valdið. Þetta svona hjá svo stóru leigufélögum að sýna valdið sem þau hafa bara með því að setja svona útilokandi reglur að það sé ekki fólk sem hafi ekki lánstraust, að þeim sé bara svona úthýst og þeim verður bara að finna sér einhverja leið til þess að koma sér upp heimili. Þetta náttúrulega mjög mannskemmandi staða að vera undir það sett, að vera undir svona aðilum á leigumarkaðnum. Algjörlega. Þú skrifar þessa grein 2018 þar sem þú lýsir þessum svona aðstæðum við að það vera að selja undir fasteign og ég hef nú lent í því sjálfur og þurft að flytja nokkur sinnum. Ég hef nú sjálfur ég hef búin á leigumarkaðnum sjálfur síðan 2014 og þurft að flytja 5 sinnum. Þannig að þetta var svolítið íþyngjandi. Hvernig hefur það verið á þín saga sem leigjandi á leigumarkaðnum? Hefur þurft að flytja oft? Ég hef þurft að flytja býtuna við einu sinni, tvisvar, 4 sinnum, 5, 6, 7 sinnum. 7 sinnum og 7 eða 8 sinnum og síðast núna 1. desember og það var ekki skemmtilegasti tími ársins til að flytja, ég get alveg sagt þér það. Og það var, þú veist, þetta setti bara, skilurðu, allt einhvern veginn á annan endan hjá manni í desember, skilurðu. Já. Og fá uppsögnarna bara rétt fyrir jólin í raun og veru, sko. Það var ekki hressandi, ég get alveg sagt þér það, sko. En þetta hefur mikil áhrif á fólk, bæði svona andlega og félagslega líðan fólks að vera stöðugt í svo óvissu hvort að þarna eigi eftir að vera til langs tíma og tala ekki fólk sem börn, ég segi hana bara sjálfur. Ég þó það heppin að börnin mín eru í skóla bara þar sem að móður þeirra býr og það var nú svona meðvitað hjá mér að byggja í kringum það, einmitt til þess að ég vissi hvernig leigumarkaðurinn var, þannig ég var ekki að hafa börnin, eða krefjast þess að börnin var í skóla þar sem að ég byggi vegna þess að ég vissi alveg hvernig leigumarkaðurinn var og ég vissi það þegar ég fer út í það að leigja fyrir 300.000 krónur á mánuði að ég hefði bara varla efni á því og auðvitað náttúrulega tókst ekki alltaf að standa við þessar skuldbindingar varðandi meðlögin sem voru það yfir á annað 100.000 á mánuði og svo allar aðrar skuldbindingar, þannig að þetta náttúrulega fór strax á svona á verri veg en ég ætlaði, en ég get ímyndað mér að það sé mikil áþján, svona tilfinningaleg og félagslega áþján að vera sífellt að flytja með börn og jafnvel að skipta skóla og annað og upplifir þú þetta sem reynur alltaf að vera í sama hverfinu eða hvernig hefur þú svona reynt að nálgast þessa stöðuflutninga? Sko, í raun og veru þá hef ég ekki geta gert það, nei, því að sko það er bara happ og klappa í raun og veru. Þú ert svolítið fastur þú vinnur svolítið með það
ok, hver treystir mér af þessu fólki, þú veist, og í raun og veru verðum að bara stökkva á það leiguhúsnæði þar sem að einhver, þetta er svona pínu bara svona, herðu, ok, ég rétt út hendina og bara ef einhver grípur mig, þá bara fer ég þangað, skilur Já. og því miður hefur þetta verið þannig að sonur minn hefur þurft að skipta oft skóla og oft menntaskóla líka og ég tók líka eftir því að á einhverju tímapunkti að þá svona hætti hann að svona nenna að kynnast krökkum, skilur þú veist, einn flutningurinn komin í nýjan skóla, þú veist, og hann bara einhvern veginn á einhverju tímapunkti, ég veist að ég nenni ekki að kynnast einhverjum krökkum og svo flytjum við aftur. Þannig í raun og veru svona einangrast hann svolítið og ég sé það bara að allir þessi flutningar og skólaskipti og annað, þetta hefur bara gert það að verkum að hann á í raun og veru ekki svona æsku vini eins og til dæmis. Svona vinahóp. Nei. Hugsaðu hvað það er. Já, en þetta er alveg sérstakt rannsóknarefni og ég vonast til þess að einhver hjá bara félagsvísinda stofnun í háskólanum og háskólanum Reykjavík taki það að sér að rannsaka hvernig þetta hefur haft áhrif á leigjendur þessi bara allir þessi flutningar vegna þess að það er frumþörf okkar sem bara tegundar að festa rætur okkar, að tengja samfélagin kringum okkar, tilheyra einhverju rými, stað og stund og samfélagi og leigjendur hafa búa margir bara við það, eins og ég heyri við það, sumir eru bara ósýnilegir, þeir búa kannski í flottu fjölbýlishúsi, 4-5 íbúðum einhvers staðar í Vesturbænum, þar sem að búa bara eigendur, svo koma leigjendur þarna inn og þeir verða bara ósýnilegir. Þeir eru erfitt með að tengja nágrönnum sínum vegna þess að það er kannski einhvers konar tilfinning fyrir leigjendunum að hann stoppi stutt við, kannski er þetta annars flokks fólk, en það eru svona, fólk heyri það, svona, að þar sem það býr innan fólk sem á, að þar svona verður það hálf ósýnilegt. Þetta er náttúrulega gríðarlega slæmar aðstæður sem að leigjendum eru boðnar. Algjörlega og ég meina og ég tek undir þetta. Ég hef alveg fundið að svona, veist, maður hitti fólk á göngunum og það svona, já, varst þú að flytja inn þarna? Já, ertu leigjandi bara? Já, ok. Og þú veist, og þá finnum maður svona strax, þér er ekki boðið á húsfundi og þetta og hitt, skilurðu, ekki það að þú verður ekki alveg með í samfélaginu. Nei, þú verður einhvern veginn ekki með, sko, þú veist einhvern veginn aldrei hvað er í gangi eða ekki. En annað sem ég langaði að skjóta inn í að þú varst að tala um að þú væri spenntur fyrir því að ykkur færi að rannsaka þetta. Þá skrifaði ég reynda meistararitgerð mína í hún ber nafnið Móðurást í skugga fátæktar. Það sem að ég reyndi að færa sönnur fyrir því að hvernig konur missa heilsuna hreinlega í bara þessari baráttu með lága innkomu, leiguhúsnæði og allt þetta og ég reyndi að færa sönnur fyrir því. En af því að það voru ekki til einar fyrri rannsóknir, þá svona, ég náði ekki alveg fram pönslæninu mínu, sko, í verkefninu mínu. Af því að það var ekki hægt að bera þetta saman? Nei, af því okkur vantar, sko, en ég kem inn á ansi marga góða punkta þar samt sem áður, hvernig kerfið tuskar mann líka til, svolítið. Og það var afsakaðu, fyrir ekki? Já, það var eitt sem að mér fannst svolítið merkilegt sko í svona bara minni vegferð, hvað svona kerfið fannst mér, bara einhvern veginn samfélagið og kerfið, reyndi svona ítrekkað að hvað ég segja, svona bara fá mann til að fara bara á sveitafélagið eða örorku eða skilur. Og ég er sjálfstæð og sterk kona og ég sagði bara nei, veistu að ég vill vera bara á vinnumarkaði, ég vill vinna fyrir mínu og skilur. En sko, það er eitt í þessu sem að ég hef verið að vinna svolítið mikið með fólki bara síðustu svona, ég var nú kennari í grunnskóla í 3 ár og ég hef alltaf verið svona einhvern veginn í félagsmálum, verið íbúð og samtökum og svona reynda að vera einhvers staðar í kringum fólk og ég vil meina það að
mikið af fólki og lungan af fólki sem á leigumarkaðnum bara mjög svona ástríðufullt, hugsjóna fólk, skapandi og kraftmiklir einstaklingar sem að eru kannski ekki eins línulegir allir eins og svona þessi þægi meirihluti, en þetta fólk sem skapandi og við erum rauninni að búa þeim aðstæður sem að valda þeim aðkomu kvíða og streitu sem að kemur í veg fyrir að við sem samfélag getum nýtt okkur þennan gríðarlega sköpunarkraft sem býr á meðal leigjenda. Ég algjörlega, þú veist, ég búin að kynnast fullt af frábæru fólki, bæði bara þegar ég var í samtökum leigjenda á sínu tíma og ég náttúrulega tala við hellinga fólki alla daga og þetta alveg þú veist, þetta bara auður í þessu fólki og sem að einhvern veginn fer á mis, vil ég meina, að því að fólk bara upptekið af, já, þú veist, talandi rannsóknarefni, þá það nú bara orðið rannsóknarefni hversu stór hluti leigjenda bara haldinn með áfallastreitu eftir lífið á leigumarkaðnum og kannski að það verði bara doktorsverkefnið, nei, ég segi svona. Já, ég get tekið undir þetta með þér að ég búin að tala við mikið fólki undanfarnar vikur og átt í mörgum símtölum og samtölum við leigjendur og ég var bara að segja eins og að það gríðarlega mikil svona áfallastreita víða á meðal leigjenda og sérstaklega þeirra sem að hafa þurft að búa við mikið óöryggi og eru kannski með ótryggar eða lágar tekjur. Og þetta alveg gríðarlega hættulegt ástand að við erum að skapa þarna, að þetta sjálfskapað og þetta rauninni vanræksla af heldi löggjafans og velferðaryfirvalda á Íslandi að leyfa þess að þróa svona vegna. Þetta þarf ekki að vera svona og það engin þjóðhagslegur ávinningur að þessu. Þetta persónulegur ávinningur leigusala, spákaupmanna og okrara sem að rauninni hagnast á persónulegri ánögð leiganda. Það rauninni ekkert annað sem við fáum út úr þessu heldur en annað það en að skapa auð hjá fáum. Ég átti í samtölu við fulltrúa allra góðgerðarsamtaka á höfuðborgarsvæðinu sem að sinna fjölskylduhjálp núna fyrir jólin. Þannig að ég ræddi við forstöðumenn þessara samtaka og ég spurði það út í hvernig áhrif húsnæðiskostnaður hefði á þeirra skjólstæðinga og allir fulltrúar þessara þriggja samtaka fullyrtu að húsnæðiskostnaðurinn og þetta voru 95% pluss leigjendur og sem sagði að húsnæðiskostnaðurinn væri það sem að skapaði fátækt viðkomandi. Já, þetta get ég bara algjörlega, ég get staðfest þetta, verandi búin að vera á markaðnum í 15 ár, að þetta sogar upp hverja einustu krónu og gerir það að verkum akkurat að þú lætur boltana rúlla, kannski þessi mánaðamótin borgar þetta og þetta, lætur eitthvað annað bíða, það safnar þá vöxtum á meðan og svona gengur þetta koll af kolli. Þú ert einhvern veginn alltaf að elta skottið á þér og ef það einhver hækkun, til dæmis húsaleigubætur hækka eitthvað aðeins, þá leigan hækkuð alveg leið. Þú veist, í raun og veru hefur hagur leigjanda, hann versnar bara, skilurðu, vegna þess að svo klárast þrekið, skilurðu, og hvað ætlarðu þá að gera þegar að þú hefur ekki þrek í að vinna 2-3 vinnur og halda öllum boltum á lofti. Ég meina, ég hef sjaldnast verið að vinna bara á einum stað til dæmis. Ég segi bara fyrir sjálfa mig að ég prísa mig sælan yfir að vera sæmilega heilsuhraustur og geta unnið líkamlega erfiðisvinnu og þannig aflað ágætlega. Ég hef persónulega ekki, ég býð það vel þó að verandi á leigumarkaðnum að ég þarf ekki að hafa miklar áhyggjur af minni afkomu, það að segja ég veit alltaf ég get haft fyrir leigunni á hverju mánaðamót en ég get ekki byggt mér upp sjóði og það algjörlega borin von fyrir mig að komast út af leigumarkaðnum inn á séreignamarkaðinn. Ég bara einhvern veginn viðurkennt að vera sjálfur mér. Þannig að ég reyni þá frekar að fara í eitt sumarfrí á ári með krakkana mína, kannski í helgarferð til útlanda eða eitthvað.
í staðinn fyrir að reyna máttlaust að reyna að byggja mér upp einhver sjóð vegna þess að ég bara hreinlega sko þyrfti að vera bankastjóri til þess að geta það og það segir sér líka sjálft að þeir sem að eru með nægar tekjur til þess að standa undir húsaleigu og að safna sér í sjóðum, þeir eru í fyrsta lagi bara ekki á leigumarkaðnum. Þetta fólk ekki á leigumarkaðnum. Það sem það alltaf verið að segja við fólk, þið bara safna ykkur fyrir en að komast út á leigumarkaðnum. Bara þeir sem að eru með þessar góðu tekjur, sem geta lifað á leigumarkaðnum með 300.000 króna pluss leigum í fjölskyldunum sína og safna sér, það er bara fólk sem að fyrir það fyrsta endar ekkert á leigumarkaðnum. Þannig að sko leigumarkaðin ekki búin til fyrir aðra heldur en þá sem að eyða lunganum á sínum tekjum í húsaleigu. Og þetta skapar fátækt og það voru orð allar þeirra góðgerða samtaka í desember að húsnæðiskostnaðurinn í rauninni skapaði þá fátækt sem þau þurftu að kljást við og birtist þeim. Það algjörlega þannig og svo líka sko, eins og þú ert að lýsa, þú veist, það ekkert, þú átt engan pening afgangs til að setja í eitthvað sjóð, þú veist, ef að það væri, þá væri maður væntanlega ekki á leigumarkaðnum, skilur við. Nei, af því þá þýðir bara það, þú þarft að vera með kannski, ert með 1 milljón á mánuði til þess að geta haft af því að sko bara rekstrakostnaðar og fjölskyldunni hjá mér, ég með 4 börni minn hjá mér svona upp undir halva mánuðin og ég að reka bíl og tryggingar og allt þetta, að ég þarf að vera með bara á aðra 1 milljón á mánuði til þess að geta haft þetta gangandi svona nokkurn veginn og ég það nú bara langt frá því að vera með það, en það bara segir sér sjálft, ef að ég væri með 1200 eða 1500.000 á mánuði, þá hefði ég bara fyrir að fyrst aldrei enda á leigumarkaðnum. Það ekki þannig fólk á leigumarkaðnum. Nei, það nú málið, sko, að ég meina, ef að maður hefði ef maður ætti einhverja krónur í afgang, skilur, til að setja í sjóð, þá auðvitað væri maður þar, skilur. En ég held að það þekki það nú allir sem að eiga börn og þurfa að reka heimili, þú veist, það bara jafnvel þó að þú sko farir eins spart og þú mögulega getur að þú veist, þá það samt engin afgangur, skilur við, það bara... Nei, þú vilt heldur ekki að börnin kannski alist upp við sko svona íþyngjandi andrúmsloftinu á heimilinu, þú reynir náttúrulega að verja þau fyrir þessu? Já, svo það líka annað, þú veist að ég tek alveg undir með þér að ég hef svona reynt að við strákurinn minn höfum farið eitthvað í frí, kannski saman, ég hugsa bara, sko, ég get ekki hugsað mér að við eigum þetta eina líf hérna og ég get ekki hugsað mér að mitt eða okkar líf, mæðgina, fari bara í það að ég sé að safna fyrir ykkur í útborgun, skilur, sem að kannski ég mun aldrei ná, skilur, og allt hans líf verði bara einhvern veginn, ég hugsa bara, nei, veistu það, ég ætla frekar að við förum bara í frí einu sinni ári saman og við eigum eitthvað aðeins smá líf, skilur, af því að hvað ætla maður svo að gera þegar að, þú veist, já, þrekið búið og þetta, þú veist. Já, og börnin orðin fullorðin og farin að heima. Ég hugsaði bara fyrir sjálfa mig að það væri svona eiginlega bara glórulaust hjá mér að reyna að fara að safna mig fyrir 5 herbergja íbúð sem kostar 70-80 milljónir. Ég náttúrulega hefði aldrei nokkuð tíman gæti það vegna þess að fyrir að fyrst þurfti ég að safna með 15-20 milljónum krónum í útborgun og svo þurfti ég að borga niður öll meðlögin mín og svona, en ég sá alveg fram að þetta var náttúrulega bara óleysanlegur veggur, en á sama tíma sem svo skrítið, á sama tíma og ég að borga 300.000 krónur í húsaleigu á hverjum einasta mánuði, þá húsnæði sem ég bý með meðal greiðslubyrði kringum 175.000 krónur. Þannig að sko, ég með miklu hærri húsnæðiskostnað heldur en tilsvarandi fjölskyldustærðir á séreignamarkaði. Já, það, veist, ég meina, ég fór sjálf 2010, 11, 12, ykkur tíman á þessum árum, þá pantaði ég mér viðtal bara við velferðarráðherra og bað það hvort að ég geti bara ekki fengið keypta íbúð sem hjá Íbúðalánasjóði sem þá var, bara hvort það væri ekki einhvern veginn hægt að mixa þetta þannig að ég geti fengið bara keypta íbúð
og borga bara leigu af henni eða skilurðu, hvort að, þú veist, akkur þetta þyrfti að vera svona og þú veist, það var eiginlega bara svona hálf hlegið að manni og svo manni bara svona, herðu, já, bara takk fyrir komuna og þú veist, það var engin skilningur eða, þú veist, já, þú verður bara að safna, þú veist, og þetta alltaf niðurstaðan, að annarkvort verði ég að ná mér í einhvern ríkan mann eða ég verð að safna, skilurðu, hvaða niðurstöður eru þetta? Veist, það er engin vilji í rauninu til þess að fara og finna leiðir umfram þær sem í boði í dag. Það búið að girða fyrir séreignamarkaðinn með greiðslumatinu sem náttúrulega kemur í veg fyrir það að fólk sem með lága tekjur eða lægri tekjur geti komist í gegnum greiðslumatið. Það er líka búið að girða fyrir það með því að þú mátt ekki vera á vanskilaskrá, þú getur skuldað námslán eða meðlög. Þetta eru íþengjandi skuldir sem að fólk ekki að vanrækja að ástæðulausu og svo þarf að safna þér kannski 10 milljónum í útborgun. Þarna búið að koma í veg fyrir það að fólk komist inn á séreignamarkaðinn en á sama tíma hann miklu ódýrari. Það ætti raun að vera öfugt vegna þess að þegar þú ert inn á séreignamarkaðnum eftir að raun að leggja fyrir sparnað, þú ert að eignast mjög mikla og stöðuga eign og það skýtur svolítið skökku við að þeir sem eru inn á séreignamarkaðnum þurfa að borga minni hlutdeild í húsnæðiskostnað en eru að hagnast á húsnæðinu sem það býr í. Umfram leigjendur, þeir eignast aldrei neitt fyrir öll þau 100.000 sem þau borga hver einasta mánuði ár eftir ár svo, eignast aldrei neitt í staðinn en bera samt hærri húsnæðiskostnað. Þetta skýtur skökku við og hvernig voru viðbrögð bara svona eins og segir þú fórst í velferðarráðherra þeim fannst þetta bara hálf fáránleg beiðni hjá þér? Það var svona eiginlega svona, þú veist, bara þeim fannst beiðnin bara einhvern veginn út í hött og bara eitthvað býtu við megum ekkert vera að gefa eign ríkisins og ég sagði nei, það er enginn að tala um að gefa. Ég er að tala um að ég fái keypta íbúð, bara framhjá þessu greiðslumati og því öllu, bara eins og til dæmis allir þessir áhugasömu fjárfesta sem voru að kaupa eignir í eignakippum, þú veist, og ég sagði ok, akkur get ég bara ekki fengið ykkur eign sem ég mun bara greiða af og bara hafa, þú veist, til fyrir mig, skilurðu. Nei, það var bara, þeim fannst þetta bara svona og svo hún kom nú með uppástungur hvort að ég get ekki bara fara að leigja með ykkur í vinkonu minni eða bara hvort ég get ekki búið bara heima á foreldrum mínum eða svo stakk hún upp á því, hún sagði já, svo reyndar nú bara fínt að vera bara í uppgjörðum bílskúr einhvers staðar, svona margir búin að gera upp bílskúra og þetta var svona, ég hugsaði bara í hvað bíómynd ég lent hérna, þú veist. Já, fullkomin fáránleiki. Fullkomin fáránleiki, en svo stuttu seinna les maður í blöðunum að það fengu ykkur áhugasamir fjárfestar keyptir sko eignakippur, og hverjir voru það? Þannig verður til dæmis þessi leigufélög til, heimavellir og almenna leigufélagið. Og ég meina, og ég spyr, þurftu þeir að standast greiðslumat fyrir öllum þessum íbúðum, af því að við þurfum að standast hitt og þetta, en hvað með þessa gaura á jakkafötunum með skjalatöskurnar, þú veist, skilur sita allir við sama borð í þessu samfélagi, segi ég. Já, þannig líka komið bara ágætis rannsóknarefni til þess að rannsaka hvernig Íbúðalánasjóður á sínum tíma útdeildi þessum 1000 íbúðareiningum til örfára aðila sem voru margir hverjir að koma inn í hagkerfið með peninga utan eftir hrunið í gegnum fjárfestingarleiði Seðlabankans sem fengu kannski 30% afslátt á genginu og fengu leyfi til þess að kaupa eignir á hrakvirði í staðinn fyrir að veita þeim leigjendum á leigumarkaðnum aðgang að þessum fasteignum og jafnvel þannig að Íbúðalánasjóður hefði getað selt þessar eigur á kaupleigu á hærra verði heldur en að vera að selja eins og í einhverjum tilfellum 100 íbúða í einu á hrakvirði. Sko það er nefnilega málið og við þessu höfum við aldrei fengið svör. Við höfum aldrei fengið svör. Hverjir voru það sem keyptu þetta? Fengu þeir einhvern afslátt á þessu?
þurftu þeir að standast greiðslumat og svo framvegis. Akkur mátti ég, Guðrún, einstæð móðir hérna, einhvers staðar, akkur mátti ég ekki fá keypta eina íbúð, alveg eins og þessir kallar á jakkafötunum, skilurðu. Þú veist, hvernig samfélag þetta? En svo mér gert að borga 200.000 og upp úr í leigu, en ég gat ekki fengið keypta íbúð hjá Íbúðalánasjóði sem að það hefði, veistu það, þetta hefði geta orðið algjör dílbreykir fyrir líf okkar mæðgina. Ég get alveg sagt þér það. Já. En í staðinn erum við búin að vera á hrakhólum hingað og þangað, sonurinn ekki eignast svona almennilega æskuvini eða neitt, bara búin að vera á einhverjum hrakhólum og ég líka. Ég hef þurft að vinna á 2 og 3 stöðum í einu, þú veist, pældi því ef að það hefði verið eitthvað smá fairness í þessu. Já. Bara smá sómakennd hjá þeim sem voru rauninni búin að skapa þessa aðstæði fyrir fólk í samfélaginu og því að búa til þessar hörmungar, þessar efnahagshörmungar sem komið hérna yfir okkur og hefur rauninni, þarna eru ákveðin tímamót í bara fasteignamarkaðnum, þarna eftir hrunni verður til þenst leigumarkaðurinn út og það er út af því að allar þessar íbúðareiningar sem áttu að vera svo mikið umfram við hrunið, þær enduðu hjá þessum stóru leigufélögum. Þannig að þarna er bara smíðaður leigumarkaður sem er orðin að gríðarlegri tekjulund fyrir örfá aðila og það hefur komið fram í dönsku stjórnvöldum að ein helsta ástæðan eða bara aðal ástæðan fyrir óstöðugum fasteignamarkaði með ósjálfbæra verðhækkanir er óregluvægtur leigumarkaður. Það segja leigumarkaður þar sem að einkaaðilum gefið færi á því að hagnast inn á húsnæðismarkaðnum eins og bara með hefðbundna fjárfestingar á verðbréfamarkaði, hann veldur gríðarlegum verðhækkum á fasteignamarkaði. Þannig að við erum að sjá það að þessi leigumarkaði sem verður til eftir hrunið, hann í rauninni er valdur að þessum fasteignahækkunum sem við erum að upplifa í dag og verður til þess að það er alltaf erfiðara fyrir bæði ungt fólk og okkur leigjendur að komast inn á séreignamarkaðinn. En hvað finnst þér svona, hefur einhverjar hugmyndir hvernig er best eða hvernig væri hægt að leysa vandamálið? Þú hefur hugleitt þetta og þú hefur verið öflug í þessari baráttu og heimsótt fólk og látið til þín taka. Þú hefur væntanlega að hugsa líka svona hvernig getum við leyst þetta, hvað þarf til, að það þarf að byggja meira húsnæði og það þarf að efla félagslega markaðinn og svona. Hvað finnst þér svona vera kannski mikilvægast í hagsmunabaráttu leigjenda akkúrat núna? Hvað eigum við að leggja áherslu á komandi vori? Það sem ég held að sé hnífurinn stendur í kúnni er þar að það er til alveg fullt af húsnæði. Það er ekki málið. Málið er einfaldlega það að það er bara á svo örfára manna höndum, skilurðu. Og þú veist, þannig halda þeir leiguverði og kaupverði í botni, skilurðu mig. Þú veist, ég hugsa bara, akkur má ykkur Siggi Majónes út í bæ, akkur má hann bara eiga 20-30 íbúðir og fara bara í eitthvað brask með það, skilurðu. Akkur má braska með heimili fólks. Hvernig stendur á því? Akkur er ekki búið að setja einhverjar reglur, þú veist, jú, þú mátt eiga kannski max 5 íbúðir eða eitthvað, segjum það, en þú veist, ég veit bara fullt af fólki sem að hagnaðist á kvóta til dæmis og öðru. Það er bara að nýta arðinn sinn í að kaupa hellinga íbúðum og er að leigja út og er að síðan að náttúrulega hagnast á okkur eimingjónum, eins og maður segir. Já, það er hagnaður eins og bara í grein sem Gunnar Smári Egilsson skrifaði á Vísi í síðustu viku. Það kemur fram, tók hann nokkuð dæmi hvernig hagnaður eru orðið til á fasteignum sem hafa verið keyptar síðasta áratuginn og notaðar til húsaleigu þar sem að rauninni er hreinn hagnaður með verðhækkunum eða við það að þessar eignir séu bara verðmetnar metnar sem verðmæti. Ég veit að leigusalar vilja meina að það ekki að meta verðhækkun og eignamyndir sem einhver verðmæti heldur bara hreinlega
leigutekjurnar sem að fá til þess að borga af fjármagnskostnaðinn, en þar sáum við dæmi þar sem að kaupandi af fasteign hagnaðist 239.000 krónur hverjum einasta mánuði frá því að hann kaupir íbúðina 2014 og selur hann 2022 og þá leigjandi búinn að borga honum íbúðina alla tilbaka og hann búinn að hagnast næstu 20 milljónir í verðhækkunum. Þannig eru svona mörg dæmi hvernig þetta gengur fyrir svo fasteignamarkaðnum. Þetta veldur líka því að þeir sem eru fyrir á fasteignamarkaðnum geta komið sér ennþá sterkar fyrir með að kaupa fleiri íbúðir og það eru líka dæmi það og vísbendingar það að lögaðilar og fjársterkir einstaklingar eru að sanka þessi íbúðum og verða líka þess valdandi að ýta upp verði sem svo hella svo fullum krafti og vel til út á leigumarkaðinn. Þetta ég er sammála einhverjum, þetta þarf að taka fyrir og það er víða gert og ég veit til dæmis, ég held að sé í Noregi ef ég fer með rétt mál, að þegar þú ætlar að kaupa þér íbúð númer 2, ef þú átt fasteign og ætlar að kaupa þér íbúð númer 2, þá þarf þú að vera með 50% af kaupverðinu í útborgun. Og þú færð þessi 50% lánuð að miklu verri kjörum heldur en ef þú kaupir fyrstu eign. Þetta er til þess að koma í veg fyrir það að fólk sé að leika sér að því að kaupa upp fasteignir vegna þess að það er með lánstraust og getur hugsanlega safnað sér fyrir útborgun. Og þar af leiðandi búa til ólíðandi aðstæður fyrir samborgara sína. Þetta er hugsanlega eitthvað sem við getum tekið upp þetta heima líka. Sko, þetta finnst mér vera bara algjört lykilatriði. Og þetta að svona Pétur og Páll geti verið að græðga til sín helling af eignum með það að leiðarljósi að okkur leigja það út til fólk sem að enga kosti. Já, og hefur enga aðra kosti, það er bara fast þarna, einmitt út af þessu að það þarf bara virkilega eitthvað í pólitíkinni sem virkilega þarf að vera með hreðjar í þetta. Þetta er, mér finnst bara, þetta er búið að ganga svona núna í 15 ár sem ég hef hort upp á þetta og það gerir engin neitt, skilurðu, þetta er bara einhvern veginn látið danga svona. Af hverju er ekki ykkur niður á Alþingi og þetta fólk? Af hverju er engi bara svona, herðu, nei, nú gengur þetta ekki lengur svona. Þetta bara, nei, skilurðu mig, hvað er að frétta? Já, ég bara get tekið undir þetta, bara hvað er að frétta, alþingismenn, löggjafinn, hvað er að frétta af því að leiðrétta hlut leigjenda á Íslandi? Guðrún nefndi að eitt af því mikilvægasta sem við þurfum að gera fyrir íslenska leigumarkað, það er að koma í veg fyrir að einstaklingar og fjársterkir aðilar geti sankað að sér íbúðum og skapa sér yfirburðastöðu á fasteignamarkaðnum, ýtt upp húsnæðisverði og hellt í öllu á fullum krafti og meira til út á leigumarkaðinn. Við þurfum hugrakka stjórnmálamenn sem að geta komið og komið með tillögur og framkvæmdaáætlun hvernig á að bæta hag leigjenda vegna þess að hann er ólíðandi. Það er fullkomlega ólíðandi að láta fátækasta fólkið á Íslandi bera upp þennan hagvöxt sem hefur orðið til út af hækkandi fasteignaverði undanfarin ár. Það er skammarlegt af okkur sem samfélag að horfa upp á þetta og það er skammarlegt. Og mér liggur við að segja eiginlega bara hneisa að íslenski stjórnmálamenn skuli ekki standa uppi í röðum og hrópa upp þetta óréttlæti. En þetta hefur verið mjög skemmtilegt viðtal og samtal við þig, Guðrún, og ég vonast til að við getum bara spjalla sem oftast aftur þessi málefni vegna þess að ég finna að við erum alveg á sömu blaðsíðunum með þetta. Já, bara hvenær sem er og bara takk fyrir og ég er alltaf til í að það er þvílíki eldurinn í mér líka varðandi þessi mál. Það er gott að það þarf að vera, við þurfum að fá fleiri einstaklinga eins og Guðrúnu. Ég vil benda á að leigjendasamtökin er með heimasíðu sem heitir leigjendasamtökin.is, hún er frekar fátækleg í augnablikinu, en þar getur þú skráð þig í leigjendasamtökin og við höfum aukið meðlimafjöldan okkar mikið upp á síðkastið. Ég hveti til þess að vera með í komandi upprisu leigjenda
þar sem við munum koma leigjendamálum í góð mál á Íslandi. Ég þakka fyrir mig, ég heiti Guðmundur Hrafn og þetta er þátturinn Leigjandinn, lífið á leigumarkaði.